Sæl verði, velkomið í fyrsta þátt minn, frelsi og ábyrgð. Nafn þáttarins vísar í það að það ekkert frelsi án ábyrgðar og kannski við ætlum að taka aðeins á þeim stærsta samfélagsvanda sem steðjar að Íslendingum í dag og bara allan heim. Það það að rauninni ábyrgðarleysi og ábyrgðarlaust vald, það búið að seilast út allt samfélagið og allt kerfið sama hvert við lítum. Og við verðum sérstaklega var núna á þessum öfgasóttvarnatímum, það sem augnabliki bara öll okkar mannréttindi, öll okkar frelsi eru svipt án þess að nokkur virðist bera nokkra ábyrgð á því. En þetta miklu víðtækara heldur bara COVID, sóttvarnalækið, heldur þetta bara nær þetta miklu víðar samfélagið. Og þannig í þessum þáttum sem ég ætla að hafa, þá mun ég fá ykkur að gesti og við munum svona taka ýmsa vinkla á samfélagið, þess að við erum að draga þessi afleiðingar, þessa ábyrgðarleysis fram og hvernig þetta að hafa áhrif á líf okkar. Þessi fyrsti þáttur fjallar ritskoðun. Stundum sagt að sigurvegararnir skrifu söguna, en líklega réttara að segja að valdhafar, og þá sérstaklega þeir sem hafa vald yfir fjölmiðlum, skrifu söguna. Einnig slíkri aðferðafræði lýst í skáldsögu Orwells 1984. Aðferðin kallar hann minnishólu, þar sem fréttum breytt í skrefum til hagsbóta fyrir valdhafa samhliða því sem öllum staðreyndum sem eru óþægilega fyrir valdhafa eru faldar og sönnunum einfaldlega eitt. Að lokum stendur bara eftir sá hluti sögunar sem hugnast valdhöfum best með viðbótum og viðaukum. Eitt frægasti minnishólu einvaldur sögunar var líklega Stalín, en hann var óþreyttur við að endurskrifa söguna. Þannig hurfu fylgismenn hans gjarnan einn af öðrum á gömlu myndum og eini sem var stikkfrí var Lenin, sem þá var dauður og nánast komin í dýrlingatölu. Hér ein mynd við skipaskurð í Moskvu og með Stalín og nokkrum yfirmönnum kommunistaflokksins sem hverfa síðan einn af öðrum þar til Stalín einn eftir. Eftir að Lenin lést var hann tekinn í dýrlingatölu, en það sama átti ekki við aðra sem voru með honum á myndum. Hér ungur Lenin ásamt sósíalistavinni sínum áður en hann komst til valda. Og hér önnur með Lenin, en í þetta sinn voru svo margir óvinir ríkisins á myndinni að hreinsa þurfti duglega til. Og að sjálfsögðu fékk Trotski líka fjúka. Og Stalín sjálfur myndir að hún fengu svona smá upplýftingu þegar áleið. Hræðslu áráður vegna COVID féll í frjóan jarðveg hjá íslensku fjölmiðlum og þegar COVID-krísan gekk yfir. Fyrir vikið kolféllu flestir íslenski fjölmiðlar á COVID-prófrauninni og í stað þess að veita öfgafullum aðgerðum yfirvalda aðhald með gagnrýni fréttamennsku fóru þeir í rangt lið, klapplið yfirvalda og tóku virkan þátt í hræðsluáráðunum og að þagga niður eða gera lítið úr þeim sem gagnrýndu valdbeitinguna. En stefnan að hlýða víði og klappa fyrir Þórólfi hafði einn meiri hátt að galla. Hún byggði á blekkingum og blekkingar koma stundum á endastöð þegar afleiðingarnar vera óumflýjarar. Mæring á gagnslillum eitruðum bólefnum gengur bara upp áður en byrjaðir að nota þau og áður en eituvirknin og gagnsleysid komið í ljós. Eftir að bólusettir fóru að smitast og hryllingshugur að eituvirknu bólefnisins fjölgaði var sífellt erfiðara að viðhalda lyginni. Ein nálgun fjölmiðla til að komast undan ábyrgð og viðurkenna fyrir blekkingar í ofstórum skrefum skein í gegn í nýlegum kveikþætti RÚV fólk sem á móti bóluefnunum. Jú, einhverju kannski að þykja það áfengi að RÚV hleypti loksins að öðrum sjónamiðunum en taumlausum bóluefnaáráðri, en þegar hún að gáð verður ekki betur séð en að efnistök fréttastofunar hafi verið afar lituð og margt gert raun til að gera lítið úr þeim sem þorðu að gagnrýna COVID-fasisman.
Niðurstaða þáttahöfundar var síðan jafn fyrirsjáanleg. Fólkið var fórnarlömb falsfrétta og vandamálið var að samfélagsmiðlarnir hefði ekki verið með nægilega mikla ritskoðun og yfirvöld hefðu bara átt að upplýsa fólki meira. Nú hefur annar af 2 læknum sem gagnrýndu stefnu yfirvalda í þættinum stigið fram og kallað þáttinn áróður. Hálftíma viðtal við hans var klippt niður í 63 sekúndur. Þar af voru 2/3 tímans sér útklift yfirheyrsla til að svara hlaðinni spurningu sem enginn veit hver því fréttamaður umorðaði spurningana í fréttinni. Hér sé þetta innlegg. Jón Ívar einn stjórnenda í Facebook-hópnum Heildarmyndinni þar sem að COVID-málin eru rædd. Í hópnum 1000 manns og þar af þó nokkrir sem telja bóluefnin stór hættulegt tilrauna eitur. Finnst þú ekki verið að gefa þessum sjónarmiðum ákveði vægi ef þú andmælir þeim ekki? Sko ég hef margoft í þessum hópi talað fyrir bólusetningum og ekki tekið þátt í því að ýta undir svona kannski samsælskenningar eins og þú ert að minnast á. Þú lækaðir komment í grúppunni þar sem einhver talaði líga áróður stjórnvalda. Já. Ertu þá ekki svolítið að grafa undan trausti til stjórnvalda? Sko stjórnvöld hafa mist trúverðuleika finnst mér. Þegar einhver segir þér ósatt einu sinni þá tapar viðkomandi trausti, það ekki? En þetta líga áróður? Nei, ég myndi ekki ganga svo langt að segja það. Og þetta verður að kalla ansi sérstök fréttamennska. Leitað að verstu svörum við spyrjanda og spurningar umorðaðar eftir á. Eitthvað sem óneitanlega minnir á Spaugstofun í den, en þó það ekkert að hlæja að í þetta sinn. Það eina sem lifði út klippingu RÚVar í viðtölinu við læknin var ummæli hans fólk í fésbókarhópi sem hann meðstjórnandi á og yfirlýsing ham að vera sjálfur fylgjandi bólusetningu. Annað sem læknirinn kvartaði yfir var að hann hefði eingöngu verið kynntur sem kvensjúkdómalæknir og ekkert minnst á meistaragráðu hans í lýðheilsufræðum sem einmitt útgangspunktur hans við að skoða sóttvarnamál. Þetta vakti aðeins athygli mína og því ákvað ég að skoða aðeins hvernig viðmælendur í hinu liðinu voru kynntir í þættinum. Allir sem voru kynntir inn sem einhvers konar sérfræðingar og aðeins í einu tilfelli var minnst á möguleg hagsmunatengsl eins aðeilans og þá bara til að gera lítið úr hagsmunatengslunum. Hins vegar má leiða að því líkur að ef einhver þessar aðeila hefði í þættinu talað gegn bóluefnum þá hefði það mögulega haft áhrif á starfsframa þeirra og jafnvel tekjur. Þetta náttúrulega auglýsa við Kamilu sem starfar sem staðgengil sóttvarnalæknis. En Björn Rúnar heldur seint hægt að telja hlutlausan í bóluefnumálum því hann líklega sá læknir Landspítalans sem hvað mest mærði bóluefnin áður en tilrauna bólusetningarnar hófust. Hann dásamaði virkni þeirrar og talaði niður aukaverkanirnar. Aukaverkanirnar voru bara bóluefnið að virka. Hann gekk meira sér svo langt í bóluefna áráðurunum að hann beitti sér fyrir því að hrekja alvarleika drómaveikis aukaverkanana sem komu upp í kjölfar svínaflensu bólusetningarnar fyrir áratug síðan. Þetta hafa þó fallið margir dómar allar heim þar sem fórnarlömbunum voru dæmdar bætur. Þessi öfgamaður fyrir bólusetningu var þannig kynntur í þáttinn sem nánast hlutlaus vísindamaður. Annar erlendi sérfræðingurinn sem viðtal var við í þættinum Kveiks var Heidi Larsson og hún var kynnt inn sem prófessor í mannfræði, áhættu og ákvarðanafræðum við heilsufræði háskólann í London og sem fer fyrir stofnun sem rannsaka traust á bóluefnum víðum heim. Það látið var líta út sem hún var líka hlutlaus sérfræðingur. En þegar Wikipedia síða þessa konu skoðuð, kemur hins mjög margt áhugavert ljós. En þar segir vinnu Heidi fyrir UNICEF. She developed an expertise in working with local health workers to diffuse rumors that threatened to derail vaccination initiatives. Það að segja, hennar sérsvið var beinlínis að samfara fólk að bólusetja sig. Erfitt átta sig á því hvernig RÚV telji eðlilegt að kynna slíka mannesku sem einstakling sem eingöngu að rannsaka traust á bólusetningum. Og Wikipedia heldur síðan áfram og segir In a paper published in February 2021, Larsson acknowledged extensive collaboration with advisory board membership of
and funding from vaccine manufacturers, especially the pharmaceutical companies GlaxoSmithKline and Merck and Company Incorporated. Bæði fyrirtæki hafa mikla hagsmuni af bóluefnunum. Það að segja, og hún fékk bæði fjármagn frá því og var að vinna í ráðgjafarnefnd fyrir þau. Sem sagt, sérfræðingur RÚV því bæði að fengja fé frá Big Pharma og á launum í ráðgjafarnefnd. Það var ekki bara hlutleysi sem var slituð samhengi, heldur einnig tíminn. Þegar hættan af hjartavöðubólgu var tölu niður af Kamilu, staðgengli sóttvarnalæknis, var það gert með myndbroti af fréttamannafundi Kamilu frá því 7. júlí. Þessi dagsetning ansi sérstök því á þessum tíma var ekki enn búið að tilkynna eitt einasta hjartavöðubólgutilfelli á Íslandi. Og það var ekki fyrir viku seinna, 14. júlí, sem landlæknisembættið kom með fréttatilkynningu það þegar fyrstu 4 tilfellin voru fundin. Nú þessi tilfelli orðin á 5. tug og íslenski hjartalæknar hafa síðan þá stigið fram og bent á að mild einkenni til að byrja með getur komið fram mörgum árum síðar sem skemmtir á hjarta. Að birta svo úreltar upplýsingar mörgum mánuðum síðar ber vott vægasagt óvandaða fréttamennsku þar sem vísvitandi verið að blekkja almenning. Næsta greining sem gerði fólst í því að skoða jafnvægi RÚV í þeim tíma sem þið gáfu viðmælendum af gagnstæðri skoðun orðið. Og við fyrstu sýn þá virðist sem sá tími sem viðmælandi fengu hafi verið skipt nokkuð jafnt. Þar sem þeir sem voru með og þeir sem voru á móti bóluefnaherferðinni fengu svipaðan tíma. Við nánari skoðun þá sést samt að mun fleiri viðmælendur voru í hópnum sem var gegn sóttvarnaaðgerðum og þátturinn fjallaði sem þýðir að hver viðmælendi þar fékk helmingi skemmri tíma til að útskýra skoðanir sínar. Úr þeim hópi voru 3 viðmælandi sem hafa verið talsmenn stórra hópa, fólks sem orðið hefur fyrir skaða eftir bólusetningu og andspyrnu hópa gegn öfgafullum sóttvarnaaðgerðum. Þetta varu Rebekka, ég og hann Jón Ívar, læknirinn. Og af okkur fékk hann Jón Ívar langmesta umfjöllun, væntanlega vegna þess að fréttamaður taldi sig hafa þjarmað af honum, en ég og Rebekka fengum eingöngu örstutt innlegg sem fréttamaður geti bara nánast því svo fréttamaður geti bara fyllt í boxið að hann hefði rætt við okkur. Þótt að ég hefði búist við mikilli útklippingu, þá kom þessi mikla klipping mér nokkuð óvart, því úr hátt í klukkutíma viðtali, símaviðtali og erindi lifðu bara 16 sekundur. Og slíkt verður að teljast ansi rýr uppskera fyrir stofnanda kóispyrnunar, skipuleggjanda mótmælandana og frambjóðanda fyrir nýtt framboð sem barðist fyrir réttundum fólksins sem þátturinn átti einmitt að fjalla og hvað olli þessu? Ég meina, og hvað með hérna, Rebekka sjálf, hún fekk bara 10 sekundur og Anna sem hefur líka haft mörg erindi á mótmælunum, hún fekk bara ekkert. Hún fekk 0 sekundur. Og fyrir þessu ég meina kenningu. Fyrir viðtalið þá treyst ég illa á að RÚV myndi gefa okkur sanngjarna umfjöllun. Og því vísaði ég í staðrendir í viðtalinu til að undirskrifa sannleiksgildi alls sem ég sagði. Og þá komum við af því sem byrjaði á, minnisölu Orwells. Fyrir þá sem vilja endurskrifa söguna, þá geta ýmsar staðrendir verið óþægilegar. Og því gerðu þeir það eina sem þeir gátu gert. Þeir skáru viðtalið niður og tóku staðrennar út. Og hver veit, kannski var bara þátturinn í heild sinni styttur, því að þegar maður byrtu þá var hún blandað við aðra umræðu offitu. Eða horfum líka á að Rebekka hafi líka verið styttut, sko, hún var líka með vantarlega mikið af staðrendum, því að hún var mikið að fjalla mikið af þeim bara aukaverkunum sem marga þessum konum í hennar hópi hafa orðið fyrir. Og slík umfjöllun átti hugsaðlega ekkert heima í þessum þætti sem vildu frekar snúa einhverju tilfinningum og afleiðingum fólks við það að vera móti bólusetningum. Gagnvart svona fyrirsátinni sem var gert að Jóni Ívari, þá mjög áhugavert hvað rauninni klipptu út úr mínu viðtali. Því ég byrjaði mitt viðtal með því að halda því fram og segja að yfirvöld hefði logið af Íslendingum. Og
í framhaldinu þá benti ég á það að þau væri að kalla lyf sem væri á skilyrtu markaðsleyfi sem lyf á markaðsleyfi og það væri lygi. Eins talaði það að það hefði verið logið af fólki að afar vel rannsakað lyf var að ræða því að þeir fyrstu sem fengu bóluefnið, fólkið á elliheimilinu, það hefði engar rannsóknir farið fram, nákvæmlega engar rannsóknir farið fram á áhrifum bóluefnisins, bæði varandi virkni og áhættu á gamalt og hrumt fólk. Og í þessu ljósi, þá má horfa á hvað fyrirsátana við Jóni var. Þá vísaði ég í staðreyndir sem sönnuðu það að yfirvöld voru að ljúga. Þannig að þegar fréttamaðurinn ákvað að klippa bara inn þann hluta viðtals Jóns Ívars, þar sem hann var ýtt upp við vegg vegna þess að einhverjir í hans hópi hefðu talið yfirvöld hafði verið að ljúga fólki, þá var fréttamaður full ljóst hver lygin var. En til að þetta passaði við viðtalan Jóns, þá var sá hluti míns viðtals klipptur út. Slíkt getur vart talist eðlileg hlutlið fréttamennska. Önnur minnisóla sem að rúsa ástæðu til að taka úr þættinum í viðtalinu við mig var að ég benti á það að bóluefni það virkaði ekki eins og lofa var. Sóttvarnalæknir lýsti því til dæmis yfir að það væri komið hjarðónami í miðjum júní vegna þess að það var svo margir bólusettir. En svo komið ljós að bóluefni virkaði ekki og rúmum mánuði síðar þá talaði hann að hjarðónami kæmi ekki fyrir en allir Íslendingar væri búin að smitast. Öll þjóðin var sem sagt plötuð í bólusetningu sem átti að búti hjarðónami með efni sem virkaði ekki og þá má ég spyrja á að kalla þetta bóluefni yfir höfuð. En stóra spurningu til RÚV hvernig hægt að fjalla bólusetningu í slíkum þætti og fólk sem er á móti bólusetningum en það ekki fjallað það að bóluefnið það ekkert að virka. Og þriðja minnisólan sem ég bent á var til dæmis að aðvaranir sem Michael Yeadon og Wolfgang Wodarg komið með í byrjun desember í fyrra og sendu til Evrópsku lyfjastofnunar og það sem fóru fram á það hætt yrði við að gefa bóluefni neyðarleyfi að allar aðvaranir sem þeir komið þá höfðu ræst og það með talið ánæmisvirkni, við erum að tala svokallaðir ADE áhrif og svona mótefnamögnun sem gerir það verkum að bólusett fólk, sumt bólufólk getur veikst verr og svo ákveðin svörun svona próteins í fylgi kvenna sem getur mögulegt áhrif á frjósemi. Þeirra svari þættinum var að klippa þessa tilvísin minna út og byrta bara myndbrot af Michael Yeadon sem var tekið úr samhengi og í framhaldinu byrtu þeir frétt falsfréttaritskoðun á netinu og vorum við viðtal við aðila sem þó var ekki að ritskora Yeadon heldur algjörlega ótengda aðila og umfjöllurinn var ekki Yeadon við þennan aðila en látið þeir liggja að hann var í rót falsfrétta. Og það var aldrei sláandi í þessum þætti að þegar þáttastjóðandi hann kvartaði við því það var erfitt að hafa fólk til þess að í viðtal við sig út af þessu málefni að því fólk var bara hrætt að koma fram og jafnvel það vildi ekki sinu byrta skuggamynda sér með breytti röddu og þetta þekkjum við alveg í okkar hópi sem við erum að mótmæla það er bara margir hérna sem hafa bara óttast með vinnu sína og margir sem ekki vilja koma til okkur af ótta við að missa vinnu sína og þessi meira máli skiptir í þessu samhengi það að þetta fólk sem þarna umræðir í raun fórnarlömb áróðursins. Það að fólk að bara sé þessi tíðarandi hérna fólk sé að móti málfrelsinu þegar kemur að þessu máli. Og fyrir því ber RÚV ekki litla ábyrgð. Og efnistök RÚV voru líka með algjörlega einstæmum þegar það horfði til þess að þeir voru að í þættinum þá missa hana viðmælendur sem voru hlindir sóttvarnalögum því að út úr sér meðal annars að fólk sem er óbólusett að það sé ekki mikil hætti af því að þetta er svo lítill hópur en með því að segja það þá er rauninni að einangra hópin enn meira sem einhvern hættulegan hóp ef hann vex hættulegt
að gaggrina fyrir það að gaggrina yfirvöld og standi í lappirnar. Og það að venjulegt fólk fái slíka afbakaða óheðilega meðferð og jafnvel hatursmeðferð í ríkisfjölmiðli sem það þvingandi að borga fyrir með hreinum eindæmum og það auðvitað eiga að vera miklu strangari viðmið fyrir ríkisfjölmiðlin. En vandamáli sem við í dag það að RÚV algjörlega ábyrgðarlaust vald og þeir eru aldrei látnir sæta ábyrgð fyrir gerða sína. Og þetta rauninni ein ástæðan fyrir því við vorum að þau voru okkar framboðið töluðu fyrir því að það þyrfti að útvarpsgjaldið sjálft, það yrði að vera valfrjálst til hvaða fjölmiðlis það inni. Ég ætla að þakka ykkur sem hlustuðuð fyrir að hlusta á þennan þátt minn, frels og ábyrgð og sem við bara vonandi byrjun á fleiri þáttum þar sem við ætlum að reyna, og ég ætla að reyna að kljúa hinn ýmsu samfélagsmál til mergjar og kannski fátum í gesti og ræða hlutina frá nýjum hliðum sem kannski menn hafi ekki séð áður og mikið þörfur á og endilega deili þættinum eins og getið svo að við bara komumst á alvöru flug og þetta haldi áfram sem best. Takk fyrir.